Trump boðar breytingar sem munu óumflýjanlega hafa áhrif á Ísland. Hvaða breytingar verða það og hvaða áhrif hefur það á samband okkar við Evrópu? Þetta er eitthvað sem við ætlum að ræða hér í dag. Í dag er fimmtudagurinn 23. janúar 2025 og ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube máttu endilega gera subscribe á þessa rás og ef þú vilt styrkja þetta framtak og öðlast aðganga efni hlaðvarpsins Ein pæling á undan öðrum þá máttu fara inn á partus.is/ein pæling. En vindum okkur í þetta. Trump hefur hafið nýja vegferð fyrir Bandaríkin og hann byrjar með hvelli. Hann er búinn að senda 1500 hermenn að landamærum Mexíkó til að stöðva aukinn innflutning ólöglegra innflytjenda eða sem sagt flutning þessa fólks. Svo var maður reyndar að lesa núna bara í fréttum í morgun held ég að þetta sú tala muni koma til með að verða 10.000 áður en að langt líður. Hann ætlar auk þess að auka stuðning við ICE eða landamæraverði til þess að auka við eftirfylgni í þessum efnum og síðan er hann búinn að taka út ríkisverkefni sem hafa að gera með DEI-verkefni eða Diversity, Equity and Inclusion sem ætti þýða sem fjölbreytileika, jöfnuð og inngildingu og hann er búinn að leggja fram þá nýja stefnu að það verði einvörðungu 2 kyn sem að eru svona, þessu mjög nátengt og sem er náttúrulega svolítið áhugavert út af því að þetta er það sem hefur verið kallað svona bakslag í baráttunni og það er eitthvað sem við ætlum svona að ræða hér í dag. Svo er hann búinn að setja á laggirnar America First Trade Policy þar sem hann hefur það á stefnu að gera Bandaríkjunum hátt undir höfði og sérstaklega varðar innflutning á vöru til að styðja við þrótt innlendrar framleiðslu. Nú gerir ég mér ekki fyllilega grein fyrir því hvort að þetta sé eitthvað sem hann er búinn að undirrita en hann allavega segist að stefna því að leggja 25% tolla á Mexíkó og Kanada og að það taki gildi 1. febrúar sem er náttúrulega mjög stutt í og ég á bágt með að trúa því að þetta muni verða leitt til lykta en eins og segi það er mjög stutt í þetta þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þetta spilast bara núna á allra næstu dögum og þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem að mun koma til með að hafa áhrif á Ísland þá ekki bara varðar hótanir tollamál heldur líka menningarlega í þessar breytum eins og DEI að fara frá því og líka ákveðin svona, ég veit það ekki, svona ákveðin tilraun til þess að auka eldmóð og þrótt bandarísku þjóðarinnar sem að er hægt að fara rök fyrir að sé gott en ég menna að sjálfsögðu eru dæmi til í sögunni þar sem að það hefur haft slæm áhrif, svo ekki sem að sagt. En ég held að þetta mun líka koma til með að hafa áhrif á það sem að ég tel vera svona íslenska menningu út af því að upplýsinganeysla okkar Íslendinga er mjög alþjóðleg og unglingar sérstaklega sækja sínar upplýsingar verulega út fyrir landsteinana. Og ég held að þetta muni koma til með að hafa mjög mikil áhrif og hefur náttúrulega haft mjög mikil áhrif. Við getum bara hort til svona síðustu nokkura áratuga við höfum verið gríðarlega mótuð af Bandaríkjunum eins og Rammstein söng We All Live in America sem er bara hárrétt og í rauninni í síauknum mæli. Þannig að þessi þróun er alltaf að eitthvað koma til Íslands eftir 5 ár og eitthvað fleira þar fram til götunum. Ég held að þetta muni gerast miklu fyrir núna. Maður sér alveg svona umræðum á Íslandi að jafnvel fyrir það að Trump sór sig inn í embættið og þá höfum við verið að sjá þetta, öðruvísi menningu á Íslandi. Einhverja leiti góð en ég meina það er líka alveg hægt að fara rök fyrir því að það sé eitthvað varhugavert en þetta er allt sem við ætlum að ræða núna. Og mér langar að byrja á innsetningaræðu Trump og byrja á einu atriði sem ég hef reynda nefnt margoft áður en það er svona hugarfar gagnvart vestrænni menningu og vestrænum gildum og ég ætla að spila örstutta klippu úr ræðunni og svo ætlum við aðeins að ræða hana. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. Ég get ekki sagt að ég sé ósammála þessum athugunum. Það hefur í rauninu verið alveg ótrúlegt að fylgjast með því hvernig við
beitum okkur fyrir því að skammast út í allt sem að hefur komið frá Vesturlöndum og það mjög einkennilegt hvað við hér á landi höfum tekið mjög mikið þátt í því þrátt verið það að það hafi kannski ekki haldið neinu vatni að við værum að skammast okkar yfir einhverjum ákveðnum atriðum og þá hefur það aðalega verið út af því að við erum líka hvít eða eitthvað þar fram eftir götunum og hefum einhvern veginn að skammast okkur fyrir það sem hefur náttúrulega verið stórkostlega einkennileg út af því að það held að hafi tekið okkur nokkur 100 ár að svona vinna okkur úr því að við værum að vinna undir formerkjum erfðasinda en einhvern veginn hefur það komið tilbaka á undanförnum árum og það sem ég hef svona velt mjög lengi fyrir mér bæði sem Bandaríkin og líka að sko hversu lengi getur þjóð álitið sig vera einhvers konar mein áður en að lífskjör fara að verða fyrir áþreifanlegum skaða og sem betur fyrr hefur orðin aukinn slagkraftur í því að fólk gerir sig grein fyrir því að réttrúnaðurinn hafi skaðað okkur meira heldur en nokkuð annað undanfarin ár. Þetta hugarfar sem hefur gegnsýrt allt frá sko stjórnsýslunni yfir í fyrirtækin, yfir í stjórnmálaflokkana og borð við sjálfstæðisflokkin. Hægri menn hafa gert lítið úr þessu vandamálu og sagt að það sé svona ekki jafn mikið einhvern veginn áhyggjefni eins og í raun ber vitni og eins og við svona allavega Bandaríkjamenn eru búin að gera sig grein fyrir en ég held svona í seinni tíð, sérstaklega undanfarna mánuði að við höfum séð hægri menn aðeins svona að bera vott af því að við séum að fara að hafa meiri áhyggjur af þessu. Ég hef búin að vera að berjast gegn þessum réttrúnaði í 12 ár og einhvern veginn, ég ætla ekki að segjast að hafa verið einhver forspársmaður í þessum efnum en ég lærði í Bandaríkjunum, ég var í háskólanum á þessum tíma líka hérna á Íslandi og það hefur bara verið ótrúlegt að fylgjast með því hvernig sko þær stofnanir og þær óskráðu reglur sem við höfum verið að miða okkur við hafa tekið stórkostlegum breytingum undir þessum formerkjum. Og eins og ég segi, ég held að það sé fagnaðarefni að við séum að sjá breytingu í þessum efnum en ég ætla að ræða það líka aðeins meira eftir smástund og ég ætla að klára hérna innsetningaræðina fyrst. Trump nefnir einnig að hann ætli að bæta kjör og lífskjör náttúrulega almennings í Bandaríkjunum, ekki bara kjör, heldur líka lífskjör með því að auka tolla á innflutna varning eins og ég var að nefna henni upphafi og sjáum aðeins stuttbrot það hvernig hann sér það fyrir sér. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. We will bring prices down, fill our strategic reserves up again right to the top, and export American energy all over the world. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. In other words, you'll be able to buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have dreamt possible just a few years ago. And thank you to the auto workers of our nation for your inspiring vote of confidence. We did tremendously with their vote. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens.
Sko þetta náttúrulega mjög áhugavert fyrir margar hlutasakir, bæði þetta til þess að móta sér sérstöðu náttúrulega gagnvart olíuríkjunum sem að í mjög mörgum tilfellum lifa við einhvers konar einræði og setja meira pressu á þau, ætla ég nú bara rétt að vona og ég vona að það muni svo sem ganga vel hjá honum. Aftur á móti þá held ég að tollamál, sérstaklega við svona vinveitt ríki, sé eitthvað sem að mun koma til með að skaða Bandaríkin til lengri tíma en svo aftur á móti sumir sem að segja bara nei, hann ekkert að fara að sitja þessu tollóta, hann bara móta sér einhverja samningsstöðu gagnvart Evrópu og öðrum ríkjum. Ég veit það ekki en það á eftir að koma svona í ljós en hann nefnir einmitt þarna líka að loftslagsmálin eru eitthvað sem að Trump mun ekki koma til með að taka þátt í. Hann búinn að segja reyndar á öðrum stað hann mun ekki koma til með að virða samning Parísarsáttmálans og segja Bandaríkin úr þeim samningi sem að þýðir það náttúrulega að sá samningur mun ekki koma til með að hann verður rauninni óstarfhæfur held ég alveg örugglega. Maður hefur heyrt fólk tala þetta sem að hefur vitað þessu að segja bara að ef Bandaríkin ekki með í svona samningum að þá bara þessi samningur rauninni dauður sjálfkrafa. Og þetta eitthvað sem að sko maður hefur nú þegar séð ákveðin áhrif gæta í málefnum Evrópu þar sem að hugmyndafræðin ESG sem umhverfis félags- og stjórnarhættir þar sem að fyrirtæki þurfa að fjárfesta í ábyrgðar og sjálfbærni áherslum sem byggja á svona umhverfisvitund. Þetta eitthvað sem hefur náttúrulega verið bent á sem fyrirbæri sem að skilar litlu en veldur miklum skaða fyrir fyrirtæki í svona rekstri. Og ég veit ekki, sko maður hefur náttúrulega séð aðeins fyrirtækin vera að hafa sig aðeins herri hér á landi í þessu, eru meira svona að þora að stíga fram og segja frá því að kannski svona þessar skýrslugerðir og að þurfa að ráða inn ákveðna starfsmenn í ákveðna stöður til að sinna einhverjum skýrslugerðum aftur, að þetta muni leiða til þess að sko samkeppniskraftur Íslands verði enn verri en hann nú þegar Við erum náttúrulega eyja, það erfitt að sinna rekstri hérna, all aðföng og náttúrulega lífskjör eru góð sem að þýðir það að kjör eru líka góð, þannig að þú þarft að vera með vel borgandi störf sem að því að störf eru dýr. Þannig að eins og segi, þetta flóknara heldur en bara það að segja nei, við viljum bara einhvern veginn bjarga loftslaginu hérna á Íslandi. Samt erum við sko með 85% af endurnýjanlegri orku, ætlum ekki að viðhalda þeirri stefnu, heldur ætlum við að flytja olíu til þess að viðhalda lífskjörum, en ætlum samt einhvern veginn að vera að taka þátt í því að allir aðrir séu náttúrulega miklu meiri umhverfissóðar þó svo að við erum að sjá einhverja stórundarlega greinar það að við séum verstu umhverfissóðanir. Þannig að ég eins og segi það er erfitt að segja nákvæmlega hvernig þetta mun koma til með að lenda. Mér finnst þetta með loftslagsmálin vera eitthvað sem svona mest laus í lofti af öllum þessum svona, hvað ég var að segja þessum kvelli sem að þessi stjórnartíð Trump byrjar á. En hann talar einnig að auka almennt þrótt fyrirtækja í Bandaríkjunum og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því sko ef þetta tekst. Eins og segi, ég held að tollamálin mun ekki koma til með að styrkja Bandaríkin þvert á móti því að þetta mun koma til með að setja fyrirtækjum ákveðna skorður í því að vera að borga 25% ofan á allar aðföng og nauðsynjar sem þau þurfa til þess að viðhalda rekstri. Thomas Sowell hefur náttúrulega fjallað mikið hvers konar áhrif tollar hafa. Þetta svona sama hugmyndafræði og það skattar sem þú getur rukkað einu sinni en þegar þú byrjar að rukka þá mikið þá missir fyrirtæki þrótt til þess að geta viðhaldi starfseminu og tapar öllu því fjármagni sem að fyrirtækið var að sanka að sér til að byrja með. En Trump náttúrulega búinn að segja að hann veit ekki neitt fallegra orð heldur en tolla. Hvort að þetta sé einhver svona skilaboð í því að reyna að móta þessi samningsstöðu, ég held það, en aftur á móti þetta náttúrulega galnir stjórnarhættir. En hann talaði að setja á laggirna svokallaða skilvirknisnefnd eða skilvirknisdeild hins opinbera og ég held að Musk eigi að vera yfir henni ásamt honum Ramaswamy sem sem sagt var einnig í kosningabaráttunni fyrir Republikanaflokkinn. Og ég tel þetta reyndar vera gríðarlega mikilvægt. Ég held að bæði hér og örugglega erlendis líka sé þetta eitthvað sem að muni koma til með að bæta hag landsins alls. Ég held að það sé gríðarleg sóun innan hins opinbera. Ég held líka að þetta skekkja ákveðna samningsstöðu, sérstaklega hér á landi, þar sem að það aukin áhætta í því að það myndist fákeppni og þegar að fákeppninni viðhaldið einmitt með
opinberum innkaupum þar sem að stórfyrirtæki eru í rauninni með bara óskrifaðan tékka frá ríkinu í öllu því sem að þau taka sér fyrir hendur, að þá held ég að þetta sé eitthvað sem er algjör nauðsyn að vera að kafa ofan í þetta og rauninni vera líka að móta ákveðið aðhald gagnvart þessum opnu tékkum sem oft á tíðum fyrirtæki geta gengið að út af fyrri stöðu. En síðasta myndbandið sem að mig langar að vekja athygli á og eitthvað sem að ég ætla að eyða svona mestmegnis restina af þessum þætti í að fjalla þegar hann talar rétttrúnaðinn. This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. This week, I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back pay. And I will sign an order to stop our warriors from being subjected to radical political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. Þetta auðvitað mál sem að ég náttúrulega virðist hafa ákveðna þráhyggju fyrir, en ég hef talað þetta svona 300 sinnum og það sem að mér langar að setja aðeins í samhengi við þetta, mér langar að vekja athygli á því hvað skapaði Trump. Því að persónulega hef ég aldrei verið stuðningsmaður Trump, ég reyndar forðast almennt að vera stuðningsmaður stjórnmálamanna, kannski að Brynjar Níelsson komist þar næst, en ég styð samt sem að það sem að stjórnmálamenn gera. Og það sem sama gildi með Trump, þó svo að ég telji að hann sé ekki sem eining eitthvað frábært fyrir Bandaríkin, þá hann áhugavert eins og Erik Weinstein kallaði það, hann concept, hann eitthvað sem að verður ekki til í tómarúmi og ég held að hann sé afurð frekar heldur en nokkuð annað og hann afurð þeirra menningar sem að við höfum skapað, sem að samt sem áður svo menning sem að álítur hann vera hvað mestu hættu. Því að ef þið hugsið út í það, síðastliðin 8 ár, hvað það sem hefur mótað samfélagið mest? Og þá ég ekki að tala einhvers konar svona listamenningu og háskólan, heldur ég bara að tala hvað hefur sett svip sinn á fyrirtækjarekstur, stjórnmála, umræðu, samfélagsumræðu og þessar hluti sem að ég var að ræða hérna áðan. Það hefur verið alveg frá A til Ö rétttrúnaðurinn. Og nú hafa margir verið að rukka mig það og útskýra betur hvað ég meina þegar ég segi rétttrúnaður. En það sem ég að tala þegar ég tala rétttrúnaðinn fyrst og fremst svona ákveðin óbilgirni gagnvart skoðunum og ég segi skoðunum ekki bara út af því að þetta eigi bara við skoðanir sem eru á öndverðu meiði heldur út af því að skoðanir fólks hafa ekki einu sinni mátt vera örlítið á skjön við rétta skoðun hverju sinni ellegar hefur fólk þurft að sæta því að vera kallað rasisti eða kvenhatari. Og svona í leit sinni að einhverju svona henni fullkomnu siðferðislegri gátt sem að við þurfum öll einhvern veginn að lúta og labba innum og þá einhvern veginn komi heimurinn til með að vera betri þó svo að árangur aldrei metinn ef það næst árangur í einhverjum málum eða næst árangur á einhverju löngu skeiði þá það ekki raunverulegur árangur heldur þurfum baráttan alltaf að halda áfram og baráttun aldrei loki og við þurfum einhvern veginn að takast á við þetta enn meira og allt þegar það kemur eitthvað slæmt fyrir þá það vitnisburður hvað við þurfum að takast á við þetta meira og þegar við sjáum jákvæða þróun þá einhvern veginn það samt líka ennþá meiri áhyggjur af því að fjármagn fara dett út úr þessu eitthvað þetta náttúrulega alltaf fyrst og fremst snýst fjármagn og rétttrúnaðurinn samt sem áður á sama tíma þversanarkenndur þar sem að skortur og gagnrýnu hugsun hampað og umræður tjáningafrelsi álitin vitnisburður það að þú viljir beita þér gegn ákveðnum minnihlutahópum þar sem að rétttrúnaðurinn telur okkur í trúum að þessi óbilgirni skili hópunum betra samfélagi og við þetta bætist náttúrulega svo við að gervivísindi sköpuð í kringum þetta til þess að móta grundvöll fyrir skoðanakúguninni með því að segja að harðlindi sem að
reyndar þau kalla sko umburðarlyndi sé stutt af vísindum og þá erum við einhvern sko komin á þann stað að fólki sem að sko trana sig frammi nær ótrúlegu valdi á allri umræðu, öllu dagskrárvaldi en ekki síst skilgreiningavaldi. Þau geta skilgreint alla út frá því hvað þeir eru út frá þeimri hugmyndafræði sem að þessi réttrúnaðarriddarar telja að sé best hverju sinni, sem náttúrulega enn og aftur sko síbreytilegt. Og allt leiðir þetta til þess að almenn skynsemi fer út gluggann og skipt inn fyrir kyndilbera sem að segjast vera að berjast fyrir réttlátum málstað, en þegar allt kemur til alls eru þessi kyndilberar ekki bara óverðugir málsvarar heldur oft á tíðum afar takmarkaðir einstaklingar. En sko, og þegar að við náttúrulega mjög bersýnilega sjáum að þessi einstaklingar hafa ekkert fram að færa annað en að kalla aðra ómögulega og ógeðslega og rasista og kvenhatara og allt þar fram eftir göttunum, að þá samt sem áður getur ekki bent á þetta því að þá ert þú að vinna á móti málstaðnum og svona einhvern veginn auka bakslag í baráttunum og einhver önnur slík della. Og þetta einmitt það sem að sko hefur verið talað ótrúlega mikið ég ræddi það nú í þætti fyrir ekki svo löngu, að Pierre Poilievre sem að fara að taka við á öllum líkindum sem næsti forsætisráðherra Kanada hefur verið að tala afturhvarf til almennrar skynsemi, og þá það ekki einhvers konar fortíðarblæti eða eitthvað þannig. Það bara það að vera með ákveðna skynsemi í því hvernig þú tekst á við hlutina, að geta mótað þannig samfélag að þú berir ávöxt af því að standa þig vel, að dugnaður sé verðlaunaður, að vinnusemi sé verðlaunuð, að þú getur tekist á við þín eigin vandamál, að sko það að þú getur ekki tekist á við þín eigin vandamál sé ekki vitnisburður það að þú sett hetja. Að einhverjum ótrúlegum ástæðum hefur helsta ímynd okkar af hetju verið fórnalamb og þetta sé einhvers konar samheiti, og það að koma og segja hérna að lífið alveg ómögulegt, þá bara já, vá, hann þorir að stíga fram og segja frá því hvað lífið sé ömurlegt fyrir þessa mannesku. Sko, lífið erfitt fyrir alla. Það erfitt og maður þarf að takast á við erfiðar aðstæður, en þá fær maður hérna slengt hérna hvíti forréttinda pjessin sem að hefur aldrei þurft að takast á við neitt að fara að segja okkur hvernig við okkur að líða bla bla bla. Og þá erum við einhvern veginn bara komin í hring. Og flestir náttúrulega bara þaga út af því að maður nennir ekkert að vera að taka þátt í þessu og eiga svo á hættu að því náttúrulega að missa vinnuna ef maður ekki tilbúin til þess að lúta þessum fáránlegu fyrirmælum. En það sem jákvætt að þessi almenna skynsemi sko aftur, það orðin eftirspurn eftir henni. Og þrátt verið það að sko hún hefur verið álitin einhvern veginn svona dónaleg, að þá einhvern veginn fólk fara bara að gefast upp og segja bara, heyrðu, nei, nú hætti þú. Ég nenni ekki að hlusta á þetta rugl, skilur, við erum í 10% stýrivöxtum, ég þarf að borga tvöföldum lánum, ég ekkert að fara að hlusta á einhverja harmasögu þína það að þú sért að vorkenna þér út af því að, já, ég veit ekki hvað, ég nenni ekki að koma með dæmi, en þið skiljið, þú veist, það vita allir hvað ég að tala þú veist, ég gæti sleppt í að segja orðið réttrúnaður og fólk myndi samt sem áður vita hvað ég var að tala og þetta það sem að Czeslaw Milosz talar í Captive Mind, að þegar þú þarft ekki eins og nefna hlutin en fólk veit hvað þú að tala að þá ertu komin í þá stöðu að það hlýtur að vera einhver svona, já, ógnarvald fyrir hendi. En það breytir því samt ekki að undanfarin ár þá höfum við farið frá því sem að heitir almenn skynsemi og það hefur einhvern veginn sko horfið bara almennt úr okkar menningu, ekki bara úr samfélagsumræðu heldur líka bara það hvernig fólk að móta sitt eigið líf. Við höfum einhvern veginn bara samþykkt það að almenn skynsemi eigi að vera ýtt til hliðar til þess að takast á við einhver stærri vanda sem oft einhver ímyndaða vandi. Stærsta dæmi var að sjálfsögðu veiran þar sem við afnámum persónufrelsi og tjáningafrelsi í 2 ár vegna veiru sem var ekki svo drepsótt sem okkur var talið í trúum að hún væri í upphafi. Jafnvel þegar við vorum búin að vera að þessu í heilt ár og margir búin að fá veiruna og mótefni eða þá verið bólusettir, að þá heldum við áfram í 1 ári viðbót, stjórnmálamönnum náttúrulega til skammar að mínum mati, og við sjáum í dag náttúrulega efnahagslegar og félagslegar afleiðingar af þessu. Við töldum okkur í trúum að það væru hundruðir Kína og að þeir sem hefðu einhvers konar athugasemdir það voru, já, sagðir bara einfaldlega hata þá hópa sem að töldu sig vera af ákveðnu kyni.
þó svo að þetta náttúrulega hafi verið meira í Bandaríkjunum og Bretlandi, þá töldum við okkur í trú að til þess að takast á við kynþáttastjórnmál og þá þyrftum við að einblína enn meira á kynþátt og vera að skilgreina fólk ennþá meira út frá það hvaða kynþætti það tilheyrði. Svo voru skapaðar heilu akademísku stofnanirnar sem var beitt til þess að gefa því gaum að þar sem að hvítt fólk var til staðar að þá ætti það að vera skammað undir þeim formerkjum að það væri ákveðin erfðasynd að vera hvítur. Og svo náttúrulega enn og aftur ef þú sett einhvers konar spurningamerki við þessar athuganir og þá varstu náttúrulega að hata þessa hópa og hata þær þeldökka og hata þær konur og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo þú veist, já, og svo náttúrulega örugglega eitthvað sem ég fæst þetta skrifa niður á, hérna ég byrti svona myndbönd á TikTok og eitthvað hannig og þá fæ ég alltaf svona, það er alltaf einn og einn sem skrifar hérna forréttinda firring. Hugsið ykkur þetta hugtak sko, forréttinda firring. Sko oftast nota fólki náttúrulega sem hefur aldrei gefið sér tíma til þess að kanna lönd þar sem að stjórnmálin eru verri og kjör eru verri og eru náttúrulega bara á einhverjum sko miklu verri stað heldur en Ísland að sko og finna raunverulega þessa sko meintu forréttinda firringu að finna fyrir því á eigin skinni hvers konar sko líf flestir í heiminum þurfa að takast á við og þá einhvern veginn situr hérna á Íslandi í sófanum eitthvað og skrifar undir hérna forréttinda firring. Þetta er náttúrulega, eins og segi, firring er rétta orðið en ég held að það eigi ekki ég held að eigi frekar þann sem að notar það orð heldur en þann sem að þau nota þetta orð á. En eins og segi, þú veist, þetta hefur náttúrulega verið ákveðið svona grjónapoka þvaður úr akademísku stofnunum sem að við ættum ekki að taka alvarlega fyrir utan það náttúrulega að þetta er sko skyldu áfangar í mikilvægum félagsvísindagreinum og eins og ég hef nú fjallað áður sko, er mjög líklega að fara að hafa mjög slæm áhrif á þessar félagsvísindastofnanir. Ég veit náttúrulega að prófessorar byrjar að sjá gegnum þetta og þeir passa sig rosalega á því að vera ekki til dæmis að nota einhvers konar tilvísanir í kynjafræðigreinar eitthvað þar fram til götunum út af því að það náttúrulega mun leiða til þess að sko svo mikilvæga vinna og mikla vinna sem fer í ýmsar félagsvísindarannsóknir munu koma til með að verða bara algjörlega ómarktækar út af því að það er greinar sem eru notaðar í þeirra greinar eru einhverjum svona bullvísindum og eins og segið, þú veist, þetta er notað enn þann dag í dag í þessum áfengum. Það er ennþá verið að kenna forréttinda píramíta á sko jafnvel háskólastigi og svo er náttúrulega líka verið að mylja þetta ofan í börn. Ég ætlaði ekki að setja þetta en mér langar að þetta er svona smá side note. Ég nefndi Erik Weinstein áðan og ég var að sjá myndband af honum þar sem hann er að tala við. Það er maður sem heitir hvað heitir hann? Sko podcasti heitir Modern Wisdom. Það er mjög myndalögur strákur. Ég gleymi alltaf hvað hann heitir. En allavega, ég ætla að sýna ykkur bara stutt brot úr þessu, bara aðeins til að sýna ykkur þetta. Áður en ég undirbjó hana þá bara ég var að sjá þetta bara rétt áðan. Þannig að mér langar að sýna ykkur þetta myndband áður en höldum áfram. Have you seen the data showing the movement of teenage boys politically to the right? Have you been looking at this? Well, where else are they going to go? It's a good question. I mean, I had a teenage boy. I still have one, but he's 18 now. And I watched them be pushed farther and farther right by their schools. You suck. All of your instincts are bad. These girls are amazing. Look at you. You're pathetic. Be less masculine and more attractive. You're just barking at them constantly. They're not moving right. They're moving out of your stupid way. You've given them what? Nothing. Nothing. One of my son's friends died recently by his own hand. And I don't know what kind of pressures he was put under. But I watched those kids go through this pressure cooker created by this crazy parasitized left-wing educational movement. Get away from our sons. Get away from our daughters. Get away from our sons and away from our daughters. It's not left or right. I don't have a Republican bone in my body. Get the crazy people who do not understand human development away from our children.
Sko Erik Weinstein náttúrulega eins og svo ofta áður næ svo ótrúlega vel utanum nákvæmlega þennan punkt og það náttúrulega þegar maður pælir í þessu þá hefði þetta að liggja ljóst fyrir hversu lengi og það ég var náttúrulega að tala að sko, þjóðir get ekki hatað sjálfa sig í langan tíma án þess að það komi til með að hafa áhrif á lífskjör en hversu lengi væru sko karlmenn tilbúnir til þess að láta tala sko ekki bara illa sig heldur að þurfa sko að taka undir það að þeir séu ömurlegir og ómögulegir að vera stanslaust í því einhvern veginn að taka þátt í því bara já ég náttúrulega alveg ömurlegur og þetta einhver sko þetta náttúrulega sko hugmyndir það að við séum að í leiðina einhverju betra samfélagi þetta hugsi ykkur hvað þetta búið að vera ótrúlega klikkað þannig að kallmenn hérna já ég náttúrulega bara ömurlegur og þeir sem að vinir mínir eru líka ömurlegir sko, bara þeir sjá það ekki og þeir halda sko, þeir jafnvel segjast ekki vera ömurlegir sem náttúrulega bakslagi baráttunni og við erum bara einhvern veginn, já þetta alveg eðlilegt, já bara ekki spurning ég alveg til að niðurgreiða þetta út af því að við viljum náttúrulega fá sko þessar mikilvægu rannsóknir sem að koma út úr þessum efnum en svo við höldum aðeins áfram bara réttrúna en heilt yfir þetta bara smá út úr þetta því ég myndi eftir þessu annað dæmi eru náttúrulega svona, hvað ég var að segja, öllu eldfimari hugmyndir sem eru það að við gætum tekið á móti fólki frá frábrugðnum menningarheimum án þess að spyrja okkur gríðarlegra stórra spurninga eða gera kröfur til þeirra sem eru að koma. Og við einhvern veginn, eins og Evrópa er náttúrulega miklu verið stað, laug því náttúrulega að sjálfri sér að þau myndu ekki koma til með að þurfa að takast á við þetta. En samt sem áður gera það einhverja leyti út af því að sjálfstittlaðir svona inngildingarfræðingar sem að telja okkur trú það með því að sólunda fé í námskeið fyrir vinnustaði að þá verðum við einhvern veginn að skapa aðstæður þar sem að hugmyndin svo sko að innfæddir breyti sínum venjum til þess að koma til móts við það hópa sem hingað leita út af því að þeir þurft að forðast þær aðstæður sem að bara stríðshrjáðum löndum sem að menningarlegi tilburðir ofta tíðum ollu til að byrja með eins og í Eritreu þar sem að ákveðin rosaleg togstreita milli mismunandi hópa hefur leitt til þess að hælisleitendur í Svíþjóð frá Eritreu hafa verið að berjast mjög mikið innbyrðis svo náttúrulega sem náttúrulega umtalsvert verra hafa komið upp mál sem hafa að gera með heiðursglæpi og hvert okkar viðbragð? Jú, heyrðu, við fáum bara einhverja mannesku á borð við Höllu Gunnarsdóttur eða Sólaugu Tómasdóttur til þess að varpa fram þeirri spurningu hvort að innfæddir hvítir íslenski karlmenn eigi að hafa einkarétt á því að nauðga íslenskum konum og sko þetta eitthvað svona maður getur svona hlegið þessu flestu þrátt fyrir mjög alvarlegar afleiðingar eins og ég er búin að vera að fara yfir hérna en þessi mál hafa verið einhver svona stjörnugalnasta uppgjöf sem að maður hefur ævi sinni séð framkvæmdastýra kvennaathvarfsins steig fram þegar kom upp sko málefni sem var sko, út af því að þetta frekar þetta eitthvað sem sko, með nærri út af því ég hef unnið á Indlandi þar sem að maður var nákvæmlega í þessum dæmum, þar að segja að aðstoða konur sem að höfðu orðið fórnarlömb mansals og heiðursglæpa og þegar að svona dúkkar upp á Íslandi að þá sé fyrsta ansvar okkar einmitt að spyrja hvort að íslenski karlmenn eigi að hafa einkarétt á því að brjóta á konum og að þessi dæmi eins og ég núna að fara að varpa upp hérna þar sem að framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins kemur og segir heyrðu, þetta bara svo fá tilvik að þetta nú eiginlega bara ekkert svona eitthvað til að hafa áhyggjur af við erum að tala heiðursglæpi á Íslandi hvað það að tala ekki til að hafa áhyggjur af og út af því að sko, það annað í þessu sem svo þversagnarkennt sem að sko, þessar konur sem að verða fyrir heiðursglæpum í flestum tilfellum eru þær að sko sögn fólks eins og Höllu Gunnarsdóttur og Sólaugu Tómasdóttur og kvennaathvarfsins eru þær konur sem eru ólíklegastar til þess að stíga fram þannig að þegar svona mál kemur upp þá erum við öllu líkindum að horfa á einhvers konar topp á einhverjum ísjaka og þessi viðbrögð við svona atvikum
já, eins og ég segi, og ég hef nú talað um það sjálfur að ég hef tekið upp titilinn kvenréttindasinni út af því ég held að það sé ákveðin öfugmæli, það er að segja, það er andheiti feminista út af því að ef að þetta eru viðbragð þeirra sem að telja sig vera að berjast helst fyrir bættum lífskjörum og bættri, hvað við að segja, heilsu kvenna, að þá er þetta ekki viðbragð. Þetta er einhvers konar svona 1950, maður var ekki að horfa á Vigdís eða eitthvað þar sem að einmitt að vera að passa upp á það að konur fær ekki út á kvöldin út af herrmenninni getur verið úti. Þetta er bara einhvers svona viðhorf, bara já, nei, við þurfum ekki að hafa það miklar áhyggjur af þessu út af því að þetta eru svo fá tilvik. Þetta er stjörnurruglað dæmi og það er ekki, svo ég nefna nú bara aftur, það að segja að á Indlandi sé kastsystemið og heiðurs kerfið, einhver mesti hryllingur sem maður hefur orðið vitni af, það er ekki hatur gagnvart Indverjum. Ég elska Indverja, ég elska Indland, ég hata þessa kerfisbundnu kúgun sem að fylgja þessum tveimur atriðum. Og við eigum ekkert að staði í lappirnar gagnvart því ef það koma upp mál er varðað heiðursglæpi á Íslandi. Þetta er, eins og segi, ég næ ekki utan þetta. Og sko, ég hef ótrúlega mikið verið að pæla í því, sko, hvernig svona þversanakendar hugmyndir geta farið heima saman og svona, já, hvernig það má gerast að okkar hugmyndir séu mótaðar. Sko, þá er ég að tala um svona heilt yfir út af því að afstæða okkar af einni skoðun er oftast einhvers konar vitnisburður aðrar skoðanir. Og maður velti fyrir sér sko hvernig fólk getur viðhaldið svona þversanakendum hugmyndum á svona stórum skala. Og ég var að lesa í Pál Skúlasyni, fyrrum rektor Háskóla Íslands, frábæra bók sem heitir Pælingar. Þetta hafði ekkert að gera með podcasti, ég vissi ekki af þessari bók fyrir en ég byrjaði með podcasti, en ég fekk þessa samt í jólagjöf og ég hafði ekki bara mér til skammar, þá hafði ég ekki lesið neitt úr þessu áður, en þetta er svo frábært, en þetta er svo Pælingar 1, það er til Pælingar 2 líka og mér langar að lesa fyrir ykkur stuttan bút á blaðsíðu 88 til 89 og hann hljómar sér svona: Hér kemur kennivaldsleiðin til sögunar. Látum ríkið eða einhverja stofnun ákveða hverju við eigum að trúa og hvaða skoðanir séu réttar, endurtaka þær í síbylgju, kenna þær hinum ungu og fela þeim jafnframt vald til að útiloka að andstæðar skoðanir komi fram og fá að njóta sín. Þessa leið er margt að segja og miklu meira en hér verður rakið. Þetta er lang áhrifaríkasta leiðin sem fundin hefur verið upp til að mynda skoðanir og festa þær í sessi. Felum einfaldlega ríkinu, flokknum, kirkjunni að ákveða hverjum skal trúa og hvaða skoðanir á að hafa í lífinu. Peirce telur að þessi leið muni ávallt ráða mest skoðanir fjöldans. Þeir sem að fari með völdin í þjóðfélaginu muni alltaf álíta að háskalegar hugmyndir þurfi að bæla niður. Ef ríkið sjá ekki til þess, þá munu sterk öfl í samfélaginu grípa til sinna ráða og standa vörð hinna réttu skoðanir. Peirce talar í þessu sambandi siðferðislega ógnarstefnu eða moral terrorism, en það er athyglisvert að ofsóknir þurfa ekki alltaf að koma utanfrá. Menn kveljast oft og verða þunglindir vegna þess að þeir finna að þeir eru farnir að trúa einhverju sem þeim hefur verið innrætt að sé andstætt öllum góðum siðum. Friðsæmt og geðugt fólk á því erfitt með að standast þá freistingu að fela kennivöldum að ákverða skoðanir sínar. Og þetta hefur að gera sko með það sem ég var að tala um alveg upphafi, er sko hvers konar áhrif svona samfélagið, öll fyrirtæki hafa allir tekið þátt í þessu og þetta hefur verið rosalegt kennivald. Við erum svona með ákveðna hópa og ákveðnar, ég veit ekki hvað að kalla, stýrinefndir sem hafa bara svona ákveðið það, hvað megi segja, hvernig megi segja, hvers vegna megi ekki segja eitthvað og hvað sé rasismi, hvað sé þetta, hvað sé hitt. Og þegar að einhvern veginn, sko, fólk er náttúrulega búið að fá algjörlega upp í kok, að þá náttúrulega mylur undan þessu og það er þetta sem ég held einmitt að hafi skapað Trump. Ég held að hafi verið miklu fleiri á skoðunum varðar ýmis mál sem að Trump hafi verið að tala um og hann er meira
hann meira örþrifar á kjósenda heldur en nokkuð annað. Svo náttúrulega fær hann ákveðið svona, hvað var að segja, sértrúa söfnuðar fylgi sem að náttúrulega hluta af þessu líka, en aftur á móti þá held ég að hann hefði aldrei getað orðið það sem hann í dag ef það hefði ekki verið fyrir sko það fólk sem að telur hann vera hvað mestu hættuna. Þannig að mér finnst sko Páll Skúlason ná ótrúlega vel utanum, og þetta náttúrulega ekki einskorðað við sko réttrúnaðinn sem við erum að sjá í dag. Réttrúnaðinn náttúrulega bara eitthvað sem að verður sögulegt fyrirbæri síðan meir, og hefur, ef við skoðum söguna aftur, ég meina 1930 þegar kaþólska kirkjan hafði þetta kennivald og fleira þar fram til götunum. Núna erum við rosalega skrítinu stöðu þar sem að fólk eitthvað að segja, já nei, auðvaldið sko að sjá þetta. Ég sko þekki summa af þessum mönnum sem að eiga að teljast til auðvaldsins, og þeir sko titra á beinunum í það að vera að passa upp á það að vera að votta sig í hinsegin vottunum, vera að votta sig gagnvart því að passa upp á það að sé engin kona ósátt út af því að það geti larrataði fjölmiðla og eitthvað fleira þar fram til götunum. Réttrúnaðurinn miklu sterkara vald, tel ég, heldur en auðurinn akkurat í dag, þó svo að náttúrulega er að fara rauk fyrir því að auðurinn muni koma til með að ná veldur sína aftur. Ég veit ekki hvernig það fer, en ég held aftur á móti að þetta sé eitthvað sem miklu stærra fyrirbæri. En aðeins öðru, mér langar að nefna athyglisverða fyrirsögn sem að ég rakst á nú í gær, en þar kemur fram að Kristrún Frostadóttir virðist hafa ákveðnar efasemdir ESB, og nú ætla ég bara að varpa fram nokkuð svona óstaðfestum hugmyndum mínum. Þetta ekki eitthvað sem henni finnst. Ég veit ekkert hvort að Kristrún væri tilbúin til þess að taka undir það sem ég að fara að segja núna, og mér langar að passa upp að halda því til haga, út af því að mér langar örugglega að fá hann í þátt einhvern tímann á næstunni, og þess vegna ég að fara að segja eins og segja, þessar hugleiðingar eru með þeim fyrirvara. En þetta þess að fyrirsögn þar sem að stendur: atburðir út í heimi hafi áhrif á ESB-ferlið á Íslandi, geta breytt valmöguleikum okkar. Og sko þegar ég las þetta fyrst þá var ég bara ok, hún að segjast vilja ekki fara í ESB, en svo les maður reyndar fréttina sjálfa og hún meira svona að tala almennt. Hún segir að það hvernig önnur lönd hreyfa sig hafi áhrif á okkur sem litla þjóð, og hún talar framþróun og frekari breytingar á EES og að það skiptir máli í sambandi við ESB að við gefum okkur tíma til að taka okkur svona, ef við förum í þetta, að taka okkar eigin forsendum. Hún segir að ríkisstjórnin horfi á þetta sem valkost, þar sem að fyrsta stigið náttúrulega að spyrja þjóðina, sem að hún segir að vilji fá ákveðna niðurstöðu í þetta mál og hvernig við viljum sjá íslenskt þjóðlíf til framtíðar. Og hún hefur náttúrulega sagt þetta bæði viðtalið við mig og annars staðar, að hún vilji ekki keyra á þetta mál í gegnum einhvers konar, já, eða þetta sé ekki undir formerkjum einhvers konar helmingsatkvæðagreiðslu, eða hún vilji allavega forðast það einhvern veginn að kljúfa þjóðina í þessu. En ég og nú ég komin að mínum eigin hugleiðingum, ég held að enginn vilji fara í ESB, og ég eiginlega bara trúi því ekki. Ég held að það geti ekki verið að þegar að mjög óháðir aðilar úr hinum ymsu geirum varðar tækni, orku, velferð og annað, eru í sífellu að vara við aukin tengsl okkar við Evrópu, allavega umfram það sem að við höfum svona gegnum EES. Og ég meira að segja ég held meira að segja að Viðreisn vilja ekki einu sinni fara í ESB, og ég ekki grínast. Það og svona var eitt klúður hjá hinum flokkunum og kannski líka hjá fjölmiðlum og hjá mér þar með töldum, út af því að ég fekk fólk frá Viðreisn í viðtöl, Obba og Þorgerður, sem náttúrulega báðarnir ráðherrar núna, mjög reynda spenntu fyrir þeim báðum. Ég held að það séu báðar algjörar neglur. Það náttúrulega, ég hefði átt að spyrja þær þannig, út af því að þegar maður fór að spyrja út í þetta, eða var svona hlusta á Viðreisn og fólki tala þetta, að þá var það mjög sjaldan spurt hvort að það langi sjálft í ESB. Ég held reyndar að Stefanínar hafi verið að reyna að pota í Þorgerði með þetta, en hún var einmitt dálítið svona, hvað ég var að segja, óskýr í svörum, sem að lætur manni velta fyrir sig, langar henni þá í ESB? Hefði hún þá ekki bara verið ótrúlega skýr það að henni langar sjálfur í ESB? Og þetta fór miklu meira snúast nei, ég vil bara spyrja þjóðina.
ég veit ekki hvað ég myndi kjósa, en ég myndi vilja spyrja þjóðina. Og þá fór svona umræðan líka í það svona það væri ómögulegur gjaldmiðill sem að ég reyndar hef svona verið töluvert hlintari heldur en það að við göngum í ESB. Og eins og segi, þetta fór að snúast svona við viljum gefa fólkinu tækifæri á að kjósa. Og nú eins og ég fjallaði í síðasta þætti, þá Viðreisn búin að koma sér í þá stöðu að Evrópa þurfi að takast á við algjöra uppeyju öllum sínum málum á næstu svona, hvað ég segja, 2-3 árum allavega áður en við kjósum. Ef að þá að reyna að fá fólkið í landinu til þess að kjósa þetta yfir sig. Og út af því að ef að það verði ekki einhvers konar bara ótrúlegar breytingar í Evrópu, að þá munu þeir sem eru hlindir ESB grút tapa þessari kosningabaráttu, sem að reynda sko líka ofan á það ríkisstjórnin ætlar ekki einu svona að taka afstöðu til. Og það verður mjög áhugavert að sjá hvar Kristrún lendir með sinn flokk í þessum umræðum, því að ég trúi því einfaldlega að fólk í samfélkingunni vilji ekki fara í ESB. Ég held að þessar kosningar muni koma til með að snúast að ríkisstjórnarflokkarnir voni leynt eða ljóst að þjóðin felli hugmyndir ESB niður. Því að það sko verulega klárt fólk í þessari ríkisstjórn. Og sérstaklega sko ef við tökum bara aðalega fyrir aðalega, það eru mjög klárir einstaklingar í öllum þessar flokkum. Og reyndar sérstaklega núna vil ég meina, ég held að þessi ríkisstjórn, það er að segja þessara flokka, sé sko, hún hefði ekki verið flott fyrir aðeins 4-5 árum. Tala nú ekki fyrir 6-7 árum, eða 2017, eða hvað 7 ár, 8 árum, Jesus Christ hvað tíminn líður. En eins og segi, ég held að enginn vilji fara í ESB. Og það eru fjölmargar svona undirliggjandi breytur af hverju Evrópu gengur svona hryllilega illa á nánast öllum sviðum, en þeim gengur illa á öllum sviðum. Og ég hef mikið verið að velta því fyrir mér hvað það í Evrópu sem gerir stöðuna svona vonda. Að sjálfsögðu stór breyta útlendingamálin og hversu mikil orka hefur farið í það að ræða menningarlega breytingar sem hafa átt sér stað með einfaldlega slæmum afleiðingum. Það hefur náttúrulega verið áhugavert að fylgjast með því svona sérstaklega á síðustu árum að stærsta breytan náttúrulega heigulskapur Evrópumanna í því að standa fyrir sínum gildum og þá velti maður fyrir sér maður velti fyrir sér af hverju það stafar. Að sjálfsögðu varð þjóðarstolt ákveðið bannorð í kjölfar síðari heimsstyrjaldar og náttúrulega mjög skiljanlega. En spurningin hvort að forðun frá þjóðarstolti hafi valdið því að Evrópa hafi mist sitt einkenni. Maður man nú bara eftir, ég man ekki hvort það var Scandinavic Airline eða eitthvað sem var með bara auglýsingu það að það væri ekkert sem að héti skandinavist og skandinavist væri bara einhvers konar bannorð og við værum öll einhvern veginn eins og eitthvað þannig og ég held að þetta hafi bara farið til öfugt í fólk. Við munum náttúrulega sjá hvers konar afleiðingar það hefur svo ef að pendullin sveiflast eins og ég fjallaði nú í upphafi þá þetta kjör Donald Trump ekki að fara eitthvað staði í tómarúmi. Ég held að það sé vissulega hætta á því að það séu ákveðin öfl sem að jafnvel fíla það sem ég var að segja að mörgu leyti, ég viðurkenni það eru margir svona, hvað ég var að segja skítalar sem að fíla alveg það sem ég að segja og ég fer ekkert í grágötu með það en það aftur á móti ekki ástæða til þess að ræða ekki erfiða hluti og það náttúrulega það sem ég svolítið að reyna að gera í þessum þáttum svona að reyna að vekja fólk aðeins til athygli bara þannig að við eigum einhvers konar samræður þær breytur sem eiga sér stað til þess einmitt að við séum ekki að lenda á þeim hryllilega stað sem að hvað ég að segja Evrópa komin í dag og svo við tölum aftur þjóðarstolt. Ég man að ég var í tíma í HÍ fyrir tæpum áratug þar sem að við vorum í stjórnmálafræðinni í BA að ræða þjóðarstolt og ég man að þegar að kennarinn bara spurninguna þjóðarstolt alltaf slæmt að þá kom ákveðið svona kurr í salinn þar sem að hið augljósa svar var auðvitað já að þjóðarstolt væri alltaf slæmt og það væri í rauninni bara algjör fásinna að halda öðrum fram en án þess að fá svarið að þá svaraði kennarinn með annari spurningu og hann spurði hefði Ísland orðið sjálfstæð þjóð ef hún hefði ekki verið stolt og svarið við þeirri spurningu að sjálfsögðu nei, það væri ekki séns að Ísland hefði
náð að öðlast sjálfstæði. Þetta hafði stríðið áhrif á það, en ég held aftur á móti að við höfum aldrei öðlast sjálfstæði nema ef við hefðum einhvers konar þjóðarstolt. Og þá getum við mátað þessa hugleiðingu við það sem hefur verið að gerast undanfarin ár, og sérstaklega varðar náttúrulega skilgreiningavald. Eins og ég mun að vera að fjalla aðeins undanfarið, að þá dagskrárvald mikilvægt, en ég held að skilgreiningavald sé orðið töluvert svona mikilvægir í dag. Skilgreiningavald þá að hafa vald yfir því að segja hvað að ef manneskja á tiltekinn máta, að þá, eða til dæmis stjórnmálaflokkur kannski einfaldara dæmi. Sjálfstæðisflokkurinn besta dæmið undanfarin ára. Sjálfstæðisflokknum hefur ekki tekist að segja fólki hvað hann heldur hefur hann verið skilgreindur af öðrum, og alveg sama hvað sjálfstæðismenn hafa barist þessu rjúpan við staurinn, að þá hefur þeim ekki tekist að móta afstöðu fólks til sín, út af því að þeir hafi bara ekki haft skilgreiningavaldi yfir sjálfum sér. Og svo einhverju eftir hennan tíma sem ég satt hann í HÍ, og þá fór ég í háskólanám til Bandaríkjanna, þar sem að ég var einmitt ofta spá í því hversu lengi bandaríska þjóðin gæti talað jafn illa sjálfan sig og vestræn gildi án þess að það myndi koma til með að hafa áþreifanleg menningarleg áhrif sem síðan myndi leiða til áhrif á lífskjör, og hversu lengi það geti gert það án þess að það myndi koma til með að hafa varanleg áhrif. Og sama hvað manni finnst það sem að Trump að gera í dag, að þá held ég að það sé ákveðið tækifæri í því að vinda ofan af þessu, þar sem að mótuð verði ákveðin aukin eldmóðshvetjandi umhverfi, sem að margir náttúrulega bara kalla einfallega bakslagið. Margir kalla það afturhvarf til almennrar skynsemi, en vestræn gildi og þau réttindi sem að okkur hefur áskotnast verða ekki til staðar ef að við erum ekki tilbúin til þess að verja þau. Og þegar að fólk talar að vestræn gildi séu sköpuð einhvern veginn af þegar við þetta hvítum, dauðum körlum eða eitthvað þannig, að þá náttúrulega þá verið að herja gegn þessum gildum, sem í flestu tilfellum einnig það sem að gerir þeim sem að helst tala gegn gildunum kleift að tala gegn þeim. Náttúrulega í flestum tilfellum þetta einhvers konar tjáningafrelsi sem að náttúrulega sögulega séð enginn hefur haft, en líka þegar hort víðar heim, að þá þetta ekki eitthvað sem að fólk hefur úr að móða í því að móta eigin hugsanir og tjáningar. Og þessar hugleiðingar náttúrulega lætur mann líka velta þetta fram þeirri spurningu hvort að þjóð geti á annað borð viðhaft sjálfri sér ef hún ekki tilbúin til að standa fyrir eigin gildi. Og ég held að þetta sé grunnþátturinn í því að Evrópa sé komin að þann hörmulega stað sem hún á, að það ekkert í umhverfi ungs fólk sem hvetur það til ábyrgðar, til þess að reyna að skara fram úr, til þess að huga að framtíð komandi kynslóða, því að þær verða svo sem reyndar ekki til út af því að fæðingatíðin orðin svo lág. Og eins og ég segi það, þá náttúrulega ofan á þennan veruleika, ég get ekki hægt að tönglast af þessu, og þá náttúrulega akademískar stofnanir stofnaðar til þess að einhvern veginn ýta þessum veruleika að okkur, að þetta bara hluti af einhverju framþróun og að allir eiga að skamma sín fyrir það hvernig þeir eru. En ég er komin algjörlega í útúrdúr, þannig að ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég tók nokkra útúrdúra, en ég vona að sé eitthvað samhengi í þessu. En eins og segi, ég vona bara að þú hafi notið þess að hlusta. Takk æðislega fyrir að gera það. Það mér ég meta þess mikils. Gerðu subscribe á þessa rás, og endilega þú ert að fá þetta út af því að það eru áskrifundur á pardus.is/einpæling sem að gera þetta kleift. Endilega slást í hóp þeirra sem að gera mér þetta kleift að halda þessu áfram. Og ef þú telur þessa röddur mikilvæga, þá sýnur það í verki með því að fara inn á pardus.is/einpæling og gerast áskrifandi þar og gera subscribe á þessa rás og dreifa þessu efni ef þið líka. Takk fyrir að hlusta.